Sjómannadagurinn framundan helgina eins og örugglega allir vita og það verður eitthvað að vera hérna á Akureyri. Við erum sest hérna borði í kaffi á Húna öðrum, eikarbáttum sem er við bryggju hérna á Akureyri. Og við erum búin að fá hérna, hvað ég að segja, fulltrúa, forsprakka, talsmenn sjómannadagsins á Akureyri í kaffibólla. Steini P, það ekki málið, ert þú ekki aðalmaðurinn? Rosalega var þetta fallegur inngangur hjá þér. Alveg bara, most important people. Já, við Hulda Sif höfum verið á undanförnum dögum aðeins að ýta við því að eitthvað yrði að vera á sjómannadaginn. Það sjálfsagt að halda upp á þennan dag. Þetta já, ég veit ekki hvað hann gamall. Það búið að halda lengi upp á sjómannadaginn, þó með hléum og mismunandi miklum hátíðahöldum. En það má ekki missa hann út, finnst okkur, og við ætlum að reyna að halda núna dálítið skemmtilega svona, siglingar og eitthvað verður að vera í hofi og vonandi gerir fólk sér ferð í bæinn til þess að annarkvort að fara í siglingu eða mæta í hof og taka þátt í hátíðahöldunum. Hvenær manst þú fyrst eftir sjómannadaginn? Já, það nú það, með þetta minni. Ég segi nú stundu, ég veit alla skapaða hluti, ég bara manna ekki. En maður var bara strákur þegar maður fór upp að Sundlaug og horfði á sundi þar. Þar voru menn að synda í sjóstökkum sem manni fannst alveg furðulegt og það voru hátíðahöld við Sundlaugina og síðan yfir Höfn þar sem var kappróður og svona fleira ræðuhöld sem manni fannst nú alltaf of löng sem barn sko. En það eru fyrstu minningarnar frá sjómannadegi og síðan hefur þetta í áranna ráð svona breyst og í dag þá mér finnst svona fólk, það er ekki eins jákvætt fyrir því að taka þátt. Það eins eiginlega ekki hægt að halda kappróður vegna þess að vill enginn gefa sig út í kappróður. Hvort það verið hrætt við að kunni ekki róa eða tapa við ætluðum að vera með kottaslag fyrir nokkrum árum og það voru mjög fáir sem gáfu sig í það. Þannig að það er svona komið í okkur einhver eitthvað sem við viljum ekki taka þátt í endilega til þess að aðrir séu þá að hlæja okkur eða maður hefur nú ekki lifað til einskis eða hlegið af manni. Þannig að, já. Já, það nú bara gott að láta hlæja sér öðru hvoru. Við erum nú öll stundum svolítið kjánar, það bara gott. En segðu okkur aðeins frá dagskráni, kannski að þessu sinni, hvað verður að vera? Sko, þannig að við hefjum daginn á þessu hefbunda þar að segja að það er sjómannamessa í Glerárkirkju og laðið það blómsvegur að minnismerki týnda og drukknaða sjómenn. Og svo þessi hópsigling sem hefst klukkan 13 frá Torfanesbryggju, þá siglir Húni með athöfn og gesti þeir sem vilja koma með og líka bátar frá Ambassador og Eldingu, hvalaskoðunarfyrirtækjunum og það siglt inn í Sandgerðisbót og þar þá fjöldi smábáta og svo siglt aftur inn á Torfanesbryggju og svo byrjum við bara klukkan 2 í hofi, við erum með góðri samvinnu við hof og 1862 Bistró og þar verður tónlistadagskrá og dans og andlitsmálun og leiðsögnum sýningu fyrir bæjarlistamanns og svona bara ljúf stemning má segja. Og kannski líka segja að það náttúrulega líka dagskrá í Hrísi. Og þar hefur einhvern veginn náð að haldast svona kannski það sem að Steini var að nefna áðan. Það auðvitað sigling og svo þessi kappróður og kottaslagur og alls konar slíkt svona aktivitet og fleira skemmtilegt. En þó svo að Akureyri sé nú orðin svona við viljum þekkja okkur sem háskólabæ, listabæ og íþróttabæ og ýmislegt, þá erum við nú samt líka útgerðabær. Það svona kannski verið samt ekkert endilega vera alltaf svona í umræðin en við erum það mjög mikið, það ekki ennþá? Jú, við erum það auðvitað klárlega og ég menn þetta mjög stór hluti auðvitað af atvinnulífinu. Og í fyrsta leið þá þetta Akureyri svo margt eins og þú taldir upp. Við erum svo alls konar bær og við hefum svo mörg andlit í rauninni og í rauninni mörg hlutverk. En ég veit ekki, kannski þetta það hefur kannski myndast bara einhver svona, verið klippt einhvern veginn á ákveðna nála við
kannski bara sjóin og þessa atvinnugrein. Þú veist, ef að mig myndi langa til þess að setja inn á dagskrá sjómannadagsins heimsóknin í frystihús, það bara, þú veist, það eiginlega bara ekki vinnandi vegur. Þetta orðið svo, ég veit ekki hvað orðið, svona high profile atvinnugrein, að maður stekkur ekkert inn í eitthvað svona. Og eins líka, sko, ég meina hluti sem hafa breyst bara með til öryggismála, hér í eina tíð þá var það nú mjög gjarnan þannig að þá var þetta að fara borði í togara á þessum degi og skoða þá og svona, sko. Það líka bara breytti tímar. Ég held að, og það kannski þá bara öryggisþátturinn sem verið að hugsa þar, það kannski bara ekki takt að opna skip fyrir bara öllum og leyfa fólki að valsa sko. Og það alveg, eru alveg sjónarmið sem maður skilur. Nei, kannski þetta bara eitthvað breytti tímar. En ég meina, þessi dagur auðvitað ákveðin stéttarfélagsdagur, má segja, rétt eins og 1. maí eða eitthvað slíkt, sko. Þannig að, ég meina, ég vona að hann verið til áfram og hann verður það auðvitað, en kannski þetta bara eitthvað breytt snið. En talandi þessi svona breytingu sem orðið milli þess að þessi almenna tenging okkar almennings við sjávarútveginn, ég meina, þetta alveg rétt, ég meina, maður, hvenær til dæmis fórst þú bara fyrst á sjó eða tókst þátt í einhverju sjómennsku? Já, ég byrjaði nú að togara 13 ára gamall. Já. Það væri nú ekki talið heppilegt í dag. Nei. En ég lendi í ágætisfélagskap og fekk þar ágætisuppeldi og sé ekkert eftir því. Og það náttúrulega orðin svo breyting á, sko, að svona úlingar í dag, þeir ekkert að droppa sem hásetar borð í skip. Einn vinur minn sem hérna í Húnafélaginu, hann labbaði borð í flutningaskip rétt eftir fermingu og hitti séra Pétur þegar hann var að labba hérna neyri til með pokasinn og séra Pétur bað fyrir honum hvað í óskup honum ætlaði að fara að gera, rétt fermdur að fara til sjós. Hann á sjóa enn í dag. Já. Þannig að þetta bara svo breytt. Að lokum þurfum við ekki að fara bara koma því inn að við borðum allavega fisk á sjómannadaginn. Væri það ekki eitthvað svona að búa til þá stemmingu? Já. Bara lögfesta það. Það bara að borðaði fiskur þann dag. Það verður ekkert vittlust. Bara þeir sem eru með ónæmi hafa undan þá, en við þinn borðum bara fisk. Já, góð hugmynd. Hvetjum fólk bara til þess að kíkja inn á visitakurri.is til þess að kynna sér dagskrána. Takk fyrir spjallið bæði tvö. Og með þessu þá bara hvetjum ykkur til þess að borða fisk á sjómannadaginn og kynna ykkur dagskrána, taka þátt og vera með. Hins vegar hérna í Eyjafirði þá má eiginlega segja að sjómannadagurinn í Fjallabyggð eða Ólafsfirði hafi alltaf verið ansi viðamikill og við kíktum þangað við og fengum að fræðast það hvað að vera á sjómannadaginn í Fjallabyggð.